Já, komiði sælir áhorfendur og áheyrendur. Þátturinn bæði í sjónvarpi og útvarpi og þetta semst Heimi best og gestur minn þessu sinni Trausti Valsson, arkitekt og skipulagsfræðingur. Já. Sko, ég las grein eftir þig. Já. Og þegar ég las hana, þá segi, vá, höfuðborgin á kolröngu stað á landinu. Það þannig. Miðað við þessar nýjustu fréttir af upphafi geysilegra eldvirkni á Reykjanesinu, alveg frá Reykjanestá og upp að Hengli. Já. Og þessi hraun sem nú hérna allt umlíkjandi eða koma hérna, að þau koma þarna úr þessum gosreinum. Já. Og þar ekki eru sprungur sem nú ekki búið að full kortleggja, sem miður ekki frekar en í Grindavík. Og það það væntanlega að geta komið hreyfingar á þessar sprungur og það alveg vita mála að það með Breiðholtinu, það eru nokkur hús sem liggja þessum á sprungur. Já. En það náttúrulega það sem að þarf í skipulagi, nú alltaf hugsað út á skipulaginu, að þá það að alveg númer 1 sem að var dálítið erfitt og stórt mál, að byrjaði kortleggja sprungurnar og byggja ekki þversum á sprungurnar. Sumar sprungurnar sjást í yfirborðinu, sumar undir 2 metrum af jarðvegi, sumar undir hraunlögum, en nú það komið nýja jarðsjá sem eru að nota í Grindavík sem að sér þessar sprungur og nú þarf að fara bara öll þessi svæði og sérstaklega að fara að byggja á þeim eitthvað meira og kortleggja sprungurnar og byggja ekki á sprungurnar, það svona númer 1. Já. En það sem sagt, við höfum samt ekki getað rannsaka þetta eins og ekki. Það hefði verið svaka mikið mál sko áður sko að það sem menn reynduð með grófu hólur og með grófu skurði. En það þarf líka sko að geta sko svo skiptir máli hvers konar sprungur þetta, þetta gliðnunarsprungur eða mískingisprungur og þegar ég vissi alltaf með svo Rauðasvæðinu að þá gátu þeir séð það á öskulögum sem að komu seinna heldur en að það voru sumar sprungurnar mískingisprungur og þær eru eiginlega verri sko því að sko gliðnunin og sko vegur annað og leiðslur en þegar það fer að leiðsla sem að liggur í misgengi og annar kanturinn á sprungunni 50 cm hærri en hinn þá það klippist lögninni í sundur. Já, en hérna sko ég held það hafi verið við borgarstjórnarkosningarna 1982 þegar Sjálfstæðisflokkur náði aftur meirihlutanum að þá var Davíð Oddsson, hann var alltaf að tala að þáverandi meirihluti, sem vinstri meirihlutin, það var að byggja á sprungusvæði. Mástu þetta ekki? Já. Og það það sem að Davíð vinnur í dag. Ég held nú að það var sko að það voru Jón Jónsson jarðfræðingur og Halldór Torfason jarðfræðingur sem að gerði þessi sprungukort sem að urðu svona skeinahætt fyrir meirihlutan en hérna svo rekna ég með að hérna það hafi áður en að var gert skipulagið sko annað skipulag, allt annað skipulag það sem til dæmis Árvakur og Prentsmiðja Morgunblaðsins að þá hafi verið búið að rannsaka rækilega hlýtur að vera sko kortleggja þessar sprungur og byggja allan ekki þessum á sprunguna því að það mjög slæmt sko. En það eflaust dæmið það. Já. Svo hafa menn rétt sloppið með skrekkin eins og þegar Árbæjarlaugin var byggð og svo bara skipuleggja allt og tekna húsið og þá hérna og svo græfi í grunnurinn og þá komin þér sprungu og þá fluttur bara sundlaugina til hliðar. Annars hefði komið þarna sko afrensli ef að sundlaugin hefði brotnað í tvennt og þetta alveg en þetta eru en svo aftur á móti í Norðlingaholtinu þá gerðu svolítna rannsókn á þessu og það voru þarna megin sprunga sem liggur í gegnum það og þá skipuðu þeir sko grænt svæði eftir sprungunni engin hús þessum á og það bjargar nú miklu þessi sprunguvá nú eitt hlutur síðan það hérna
hraunflóðshættusvæðin sem að vellirnir eru í hættu á hérna í Hafnarfirði. Svo það náttúrulega ef það verða stórgos. Nú það þannig að þegar jarðfræðingarnir alltaf tala þessi gos þarna suður frá sem bara smá gos, aumingja held ég að kalla það. Ræfils eða ræfils sko. Sko þannig fyrsta lagi að ef verður gos alveg við ströndina eins og Vestmannum, þá kemst vatn í kvikuna og þá springur allt kvikan upp og verður til mikil gosasku framleiðsla. Og allur austur hluti Vestmannaeyjahöfðar fóru í kafi í þessa voru með yfir 10 metra þykkt á öskunni þar. Og þetta gæti gerst þarna við, það sumir verðfræðingar spá því að það hefði alveg geta orðið gos þarna í Flæðarmálinu og þá hefði sko, og það hefði verið hættulegt fyrir flugullin sko. Gosaskan sko. Já, en það sko, það náttúrulega alveg skelfilegt sem að gerast í Grindavík, en þegar við erum með betri svona jarðsjár heldur voru áður. Þarf þá að rannsaka betur þau hverfi sem að eru hugsanlega. Já, það náttúrulega sko það oft líka þannig að hérna sko nú búin að vera hreyfing og plöturnar að fjarlægjast og þá eru svona frungundar að vikka undir jarðveginum og fólk veit ekkert að það er opin sprunga og ef eitthvað stígur eða eitthvað stórt tæki fer yfir á þennan jarðveg það sem ekki bara opin sprunga, þá getur það hrunnið. Þetta gerðist til dæmis í hérna við norðan við hérna Kröflu. Já. Og þá gliðnaði svæðið minnum meter og þá voru sko tóknaði bara á margar sprungur en það var svolítið að fé sem að bara steig á þetta og dattun og hvarf ekki að því að sögur meira að segja. Og það þurfti ekki meiri þyngd en það? Svo var það meiri sem voru þeir að pröfa, álagspröfa sko, þarna einhvern veg í Grindavík sá það í blaði og þá var það til þess að bara sjá hvort að þyldi umferð fóru með stóra vörubíl, mjög þungan og hann fór niður úr veginum og bara yfirborðið sko bara þetta ekki og hann var hálfur í sprungunni. Manst þetta þessari mynd? Já. Þetta merkilegt. Já. En hvað þannig að náttúrulega sko Grindavík náttúrulega sko svona bara eitthvað dæmi sem að allir þurfa að vinna í núna en þannig að samkvæmt mörgu þá bara hluti af bænum varasamur. Já. Og verður. Já, sko, það náttúrulega það svæði það sem húsin ekki byggð á sprungur, en það meina að þetta náttúrulega sko fráreynslu kerfi til dæmis, það liggur sérst á mörgum stöðum og þeir eru búin að vera tengja þetta saman og rafmagnskaplar og hitteituleislur í götum, þannig að það dugar ekki að húsið sé ekki á sprungu því að allt sem að þarf að í svona húsa það getur verið og þetta búið að kosta alveg rosalega pening allar sem viðgerðir. Já, þetta bara verið verkefni sem kom í fangið á okkur öllum bara. Já. En þú talar fleira, sko, sem til þess á þessu svæði. Það hraunflóð, þú tala að þá verði Nesjavöllum og upp í Henglinum, góðast þar, eða ekki? Jú, það nú, sko, virknin minnkar eftir til sem austadregur. Og ég held nú að Hengilin sé nú síðastur í þessar röð en það allra verst því að það var stórt eldfjall og þarna eru tvær virkjanir, Nesjavallavirkjun og svo Kvildisvirkjun og þarna fáum mikið af heita vatninu pípu gegnum pípu, sáum hvað það þýtti ef að pípan fór í sundur í Svartsengi og þarna eru raflínur og það eru líka yfir Hellisinn að liggja raflínur sem að sjá okkur fyrir rafmagni og þarna þjóðvegurinn og semst einhverja atburði þarna á Helliseiðinni
gæti valdi að svona ýmsu vandræði. Já. Jáfnvel þó að það er ekki eitthvað rosagos, sko. Nei. Já, meir en einhvern þetta getur verið stórkostleg vandræði vegna þess að svo sko, þetta er svo þýðinga mikið sem fyrir bara alla borgina og já, það er bara meir en helmingu þjóðurinnar sem að hangir að þessum spottum þannig. Já. En hraunflóði, þá er að tala sko, það þarf ekki að ná til byggðarinnar heldur bara í þessi mannvirki sem er að Já, það er mannvirkin á leiðinni, sko. Já. Til dæmis eins og Reykjanesbrautin, það er alveg stórum möguleiki á því að það flæði flóði hérna hraun yfir hana. Og þegar ég gerði á sínum tíma, ég gerði svona skematist svæðskipulag fyrir allt Suðvesturland. Og þá fer ég að líta á þetta, alþjóðaflugvöllurinn hangir á einum vegi og þá gerði ég hugmynd, þetta er 93 og lísti í bók sem ég skrifaði að leggja Suðvesturlandaveg. Það er tölvöld öryggi í því. En svona er þetta, það þarf að hugsa málinn fyrirfram. Við Íslendingar erum svolítið, þetta er kallað á enskunni, reactive, meðan að hitt orðið er proactive. Það er að hugsa málinn áður með skipulagi og vera tilbúin öllum þessum vondu sviðsmyndum og aðlaga þá infrastruktúruna eða innviðina að þessu. Til dæmis eitt er að hérna með raflínur og vegi, þetta er náttúrulega mjög gott ef þetta stendur upp á hryggjum og tala ekki á vatnaskilum því að þá er þetta svolítið skjóli frá hraunflóðinu. Það hefur ekkert verið gert við þessar vegalagnir þarna og þetta mis. Nei, við höfum einhvern veginn látið eins og þetta gæti ekki. Já, það tók þetta engin alvarlega, sko, þetta var náttúrulega 780 ár síðan og nú verðum við að taka þennan nýja raunveruleika og þess ég segi, sko, þetta er smágos eða kemur stórt gos, sko, að þá getum við nú lent í alls konar vanda. Já. Gjóskufall er eitt. Já. Það er alveg, sko, það tekur okkur svolítið tíma sem þjóð að skynja raunverulega, sko, við búum ekki þannig séð á eldfjalli, allur Reykjanesskaginn er eitt samfellt eldfjall, hryggur. Og þetta er náttúrulega, sko, fólk bara held ég svolítið lokið augunum, sko, ég hefur náttúrulega búin að hlusta mikið á þessa jarðfræðinga og allt það og maður er að renna upp fyrir manni, sko, að vonandi ferði það nú allt vel en ef við versta tilfelli getur orðið hérna svakalegt vandamál við að eiga, sko. Já, og við erum búin að sjá svona sviðsmyndir af því eins og til dæmis með lögnina, hittavagslögnina en svo eigum við alltaf svona einhverja menn sem koma og bjarga öllu sem að standi í 24 tíma bara reddararnir íslensku sem er náttúrulega stórkostlegt að hafa slíkt fólk en mér finnst nú til dæmis með þessa lagnir frá Svartsengi verið ekki búin að grafa þetta í jörðu og til Grindavíkur og þetta er nú ekki mikil fyrir ekki að þarna alveg og svílíka vandræði en það er til dæmis með þessi varnagarðar í kringum Grindavík að þeir hafa sannað sig en það er allt gert á síðustu mínútu og með ægilegum tilkostnaði. Já, og jafnvel bara sko raunið við hliðin á tæjónum sem er að vinna þetta er alveg stórkostlegt að sjá þessar myndir. Já, en hérna svo er það líka sem er alveg nýtt í þessu að fyrir svona 20-30 árum áttu við ekki tæki til þess að búa þessa varnagarða til dæmis í stóra íta 120 tonn með 6 metra tonn sko þessar litlu ítur hefðu tekið mörga mánuði að koma þessu upp. Það er ekki þetta líka þessu saman. Nei. En sko ef að hefði nú verið farið þannig í þetta fyrir bara áratugum síðan að við hefum gert okkur við höfum listað þetta upp hvaða hættur geta verið stafað byggðinni þá hefði byggðin þróast allt annan hátt. Ég held það ég gerði nú þetta lista sjálfur bara út af Vestmannaeyjagosinu ég sagði bara sjálfur mig þetta er ekki hægt að vita ekki hvar hættusvæði landsins eru og ef við vitum það þá getum við forðast þau sem er eina rétta hvort sem var snjóflóð eða örskuróð skriður eða flóð frá ám eða eitthvað og ég fór í mikla vinnu við það að kortleggja þetta alltaf 10 ár
og svo íðan bjó ég til sem ég kallaði hugmynda fyrsta heildarskipulag Íslands og gaf út sem bók sem að ef maður fer að googla nafnum mitt og fara inn á heimasíðuna mína við háskólan að þá geta menn lesið þessa 14 bækur mínar meðal annars þessa og 150 greinar. Þannig ég nú búin að vinna lengi í þessu en talað aldrei fyrir daufu meirum. Já, ég ætla að segja. Það er ekki fyrir en að eitthvað gerist eins og núna sem að eyrun opnast. Já. Er það ekki? Jú, það er alltaf þannig. Sen til dæmis það vissu allir þessu snjóflóðahættu í Súðavík og Flateyri og svona. En það þurfti að farast 32. Þá vaknaðu menn. Svo þegar maður tapast að núna sprungu þá allt í einu breytist viðhorfið. Þú voru að fara að verða mjög hættulegur raunveruleiki. Hugsa börnin sín hlaupandi þetta er ekki hægt. Nei, en sko þetta þú tekur reyndar sko há ekki allt þetta sem þú tekur saman há ekki allt við kannski höfuðborgarsvæði eða Nei, ég horfði það sem ég gerði landskort og því að við þurfum að vita sko því að það eru alls konar virkjanir og línur og vegir sem að þurfa að taka mið af þessu, það er ekki bara byggð og svo var ég með þessu þetta unnið á glærur þannig að það glærunum var saman þá sá ég hvað hægt að þjappa saman sem er mjög mikilvægt og þeir vísindamenn og orkustofnun, veðurstofan og háskólinn hjálpuðu mér rosalega, ég var að vinna fekk svo stór styrki þetta og vann í þessu í alveg heilt ár og mikil vinna en þetta er svona 40 ár síðan og það er nú margir búin að kíkja á þetta og ég veit til dæmis að grein sem ég Ragnar Sigurbjörnsson jarðskjálftaverkfræðingur prófessor skrifuðum í AFS 96 að það er eiginlega vitnað í hana náttúru á Íslandi og þessi kort eru þar öll að þau eru hérna í þessa grein er sko vitnað eiginlega flestum skipulagsgreinagerðum á Íslandi fyrir bæi og sveitafélög og allt það sko og þannig að menn hafa nú verið að horfa á þetta en svo er það bara þannig sko segjum nú svo að auðvitað vissum en það náttúrulega með Hafnarfjörð og hraunin þarna og að það er vist hættu spil að byggja á svona nýju hrauni en svo er það bara Hafnarfjörður átti ekki meira land og þeir hafa kannski úr sem við getum bara byggt á varnargarða en svo vist það og erfitt mál að ef að kæfi þetta niður þessa kvilt sem liggur þarna þess að Búrfjörðsgjá sko að þá er ekki svo auðvitað að veita hrauninu þarna ofan á fjöllum og brennslufjöllum sko til út í sjó að það er þannig landslag og þá öllum jarðhæðingur sem að hefur útskýrt það fyrir mér að þar hefði þurft að búa til í því skipulagi rennu fyrir hraunströym í gegnum miðjan bæinn alveg eins og Græna sagði það gert Norðlingaholti. En það sem að þannig ætti að fara bara það sem að Hafnarfjarðarlækurinn er og Já, það er svona cirka og lægsti punkturinn er Straumsvíkurhöfn sem veit ná sko 100 milljónir á safnin og það en það í þess vegna hugsa ég að með farin að hugsa það að byggja þar varnargarð í kring sko þá hraunir gæti þá runnið en síðan er til dæmis aðveitu stöðin fyrir alla suðurhluta Reykjavíkursvæðisins og hún er þarna miðjum völlunum og við fórum að skoða þetta í vetur og þeir eru búin að búið til varnarskarð núna í kringum aðveitustöðina sem var búið að benda Már Birgir Jónsson jarðfræðingur sagði færið þetta upp í Ásfjallið þá er raunströmmurinn hann bara fer framhjá en ekkert hlusta á það en nú er þeir alveg ofboðslega mikið afsakandi við gátum eiginlega ekki séð þetta hann var jarðverkfræðingur og benti á þetta og en eins og ég segi það er búið að alls konar vísindamenn búin að vera með ýmis varnarorð en það er bara ekki almennilega hlustað á þá. Nei, ég hérna í upphafi samtalsösungar þá sagði ég að höfuðborgin á röngu stað, hún ætti að vera norðar
Borgarfirði, ég vil í Húnavarsýslu. Borgarfjörðin flottur, sko. Borgarfjörðin flottur. Já. Nólandrýmið þar. Já, og það er nóg jarðhiti og það er veðursæld og það er fallegt svæði og það reyndar hraun þarna upp Eiríksjökull svolítið og svoleiðis, sko, en það er svo langt í burtu, sko. Það er engar jarðsprungur þarna nánast, þannig að Borgarfjörðin er nú, og það er dálítið eðlilegt að hugsa, sko, fyrsta lagi verður að hætta að byggja til suðurs út á hraunin og upp til fjallana í átti eldstöðana. Því að sprungurnar, sko, það liggja þarna svolítið í efri jaðri byggðarinnar, svo að þeir eru komið niður á Gufunessið, Geldinganessið, Álfsnesið, Kjalarnessið, það er enga sprungur þar. Nei, þannig að Mosó stendur ágætlega. Mjög vel. Já. Ég á að teima þar, mjög gott sveitafélag. Já. Það er annað, en sko núna má segja það að Grindavíkur málið og það sem hann gerast þar, að það kannski vekur aftur upp þessar spurningar sem þú kannski verið tala í áratugi. En er það ekki? Jú. Sko, nú er ég orðin einhver mikill spámaður en þetta er áratuga gamalt hjá þér? Já, það er það og ég semst að menn þakka mér það, en það hefur verið betur, menn þurft að hlusta betur á þessa varúðarattir mín og margra annar, margir jarðfræðingar hafa verið líka bend á þetta. Og þannig að þetta er vist ábyrgðarleysi. Það er aldrei þjóðareinkenni svolítið að skella skollaeyrum við hættum. Ég held að þetta orði til, sko, að kannski í þjóðarkaritóttum með að róa á bát út í brjála veður. Þetta var svona nánast eins og sjálfsmórs aðferð og það var ekki þetta að hugsa hættuna, það var satt bara ég bið Guð að vernda mig við sjóferðabæðinni og þannig að við erum bara vönuð í að loka eyrunum þegar svona mikla hættur eru eins og strúturinn að hann gerir þetta, stingur hausnum hann í sandinn og heldur að hætta sér horfin þar með. En fyrir þau sem að eru bara að hlusta á okkur, sjá okkur ekki, þá ætla að segja að Trausti Valsson, arkitekt og skipulagsfræðingur sem er gestur minn, og við erum að tala um það sem að er, sko, þú búin að tala um og skrifum í áratugi, en núna út af Grindavík þá er þetta svona eitthvað sem að við þurfum og verðum að og það sem ég sko byrjaði að skrifa grein í Morgunblaðið í nóvember og svo kom opnu viðtal við mig í Heimildinni og ég er búin að fara í 5 viðtöl sko út af þessu. Ég er náttúrulega svolítið, ég er stundum alltaf að endurtaka mig að því að þetta er, en ég samt sem áður, mér fannst það rétt núna að skrifa þessa grein, aðra grein í Morgunblaðið til þess bara að hnykkja á þessu að við verðum að taka þetta alvarlega og sérstaklega flugvöllin. Það væri mjög gott að vera með varaflugvöll, sko, öruggur svæðum, sko, og ég vil nær heldur ekki Keflavíkurflugvöll upp á Hvalfjarðarströnd ef það gengur upp. Já. En þetta er sko, þetta hefur reddast, sko, hingað til. Mörg hundru ár sem voru gaus á þessu svæði, en núna er það bara að byrjast og þá er það bara spurningin, sko, hvað þurfum við óttast? Ef að fara yfir hennar lista og rekna út og mæla allt sem við getum. Já, það er nú mjög gott að hafa þessi svakalega fínu tæki, jarðskjálftamæla og gervitúlamyndir og annað, og þannig við höfum alltaf svolítið varúðartíma og það getur munað því að til dæmis að það var nú farið þá með svolítnum fyrirvara, ég held ég 2 vikna fyrirvari í að byggja hennan varnargarði í Grindavík og það er hægt að þakka jarðfræðingunum og Veðurstofunni og þessar nýju tækni. Annars hefði við fengið þetta bara alveg hreint á þess að vita af þessu, það er mjög mikið atriði en síðan þarf bara að fara að taka alla Reykjanesskagan, byggja gjarnan og leggja svona infrastruktúra eða innviði á vatnaskilum, þetta standi svolítið herra, þá er það ekki eins mikið hættu fyrir hraunflóðinu, sko. Kortleggja rækilega alla sprungur og byggja bara alls ekki ofan á þessum og sprungur
Nei. Það ætti að gera ýmislegt sem það verður að setja í núna rosalega prógram í gang. Já, við verðum að gera það. Ég held það. Er það ekki? Jú. Já, en þú segir nú líka sko, það eru sko bara, þú veist, 80% þjóðurinnar býr á hættusvæði. Já. Og það er sko alvöru mál. Já. Já. Í Vestmannaeyjum byggu 5.000 manns og Grindavík byggu 4.000 og bara sko þau áföll Vestmannaeyjar gossið og Grindavíkur gossið eða áhrifin þar sko þetta er svakalega áföll fyrir bara þjóðarbúið. Það fækkar túristunum, gengi krónan lækkar, það kostar svakalega peninga að borga fólki þarna út og þessar varnaragerðir og viðgerðir á þessum innviðum þetta er safnast í rosalega uppæðir. Og þegar orðið sko bara eins og varnargarðarnir er ekki ókeypis. Nei. Ríkisstjórnin setti strax 5 milljarða í þá. En við gera það. Þeir senda okkur reikningin. Já, við borgum þetta allt saman. En það endar alltaf þenni svo sem sko. Já. En þú talar sko, þú vildir nýjan varaflugvöll. Já. Og við getum alveg séð hann fyrir okkur sko, hvað sem hann getur verið hérna bara sem sagt sunna við Hafnarfjallið og Ég held að sko Melarsveitin, Eyrarsveitin, Hvalfjarðarsveitin, það slétt en það er náttúrulega Hafnarfjallið og hérna Esjan er þarna í nágrenninu en það er mjög víða sem að háfjöll til dæmis í Ísafirði og Akureyri en það þarf þá að geta lagt flugbrautina þannig að menn fari beint í vindinn. Og svo þarf alltaf þverbraut sem er ekki Akureyri í Ísafirði til þess að taka eitthvað svona afbrigði í vindafari sko. Það er mikið stúdía sem þarf að fara í. En það er landsvæði til þarna bara rétt norðan okkur. Já. 40 km fjarlægð, það er miklu nær Keflavíkurvöllur. Já, þá þurftum við að tvöfalda Hvalfjarðargöngin. Já, það stendur nú til. Já. Og Sundabrautin styttilegin undir 10 km. Stendur tilvörn og segir að frétti núna það er verið að fresta öllum framkvæmdum, við getum ekkert. Nei. En við erum nú fljóta að ná okkur og strika aftur. Jó. En það er samt sem áður, þetta er alveg, sko, svo er eitt, það er hérna hækkandi sjóarstaða. Já. Þar erum við víða í... Já, það er til dæmis með Kvosin í Reykjavík. Já. Og ég veit að verkfræðistofnun Efla er búin að gera verkfræðilega könnun á því hvernig þetta verið í Kvosina. Það eru svona 3 alternatífur eða valkostir, sko, það er að búa til svona eiginlega loka, setja girðingar eða klið á milli húsana sem standa við Hafnarbakkann, sko. Síðan kemur annar ytri valkostur og svo lengst bara þá er það sko en sko Kvosin liggur mjög lágt og er stór vandamál en svo er það bara þá að númer 1 að byggja ekki á þessum lægst liggjandi svæðum. En við erum að því? Já, til dæmis eða nú Stokkseyri Eyrarbakki sko að þarna er nú náttúrulega rosaleg virkni í öldunni og hún flæðir þetta stundum við þessa varnargarða en þeir eru þó farin að gera það á Stokkseyri að það er það að hækka fyrst landið 2 metra til þess að því að yfirleitt hefur þetta sjóflóð að þá hafa húsin bara staðið í pollunum fyrir innan sko. Þannig að það er svo margt sem það þarf að gera og skipuleggja öðruvísi. En það er, þú ert að tala um það að við þurfum að girða sjóin af svo ná ekki inn í Kvosina. Já, það er, sko, þeir meina hafa nota margar aðferðir, til dæmis eins og í Boston. Það var nú reyndar timburhús og þá tökkuðu þeir húsin upp. Það var nú reyndar vetna rýrtun jarðvegarins, þá seig landið við höfnina. Og þetta timburhús síðan var það held ég í Seattle að þá tóku þeir það að fylla frekar upp göturnar að jarði þannig inngangurinn var á annarri hæð. Það er svona ýmsar aðferðir í þessu. En þetta er alvöru mál til dæmis austur á Höfn, Hornafirði.
Já, en þá kemur þar á móti að Vatnajökull vegna bráðnunar hann að léttast úr rosalega. Já, þá... Að Austurlandið, sérstaklega suðausturhornið, á að rísa 2 metra á sjó á þessari öld. Já, og þá fer innsiglingin til Já, það er reynda þá þannig að þetta allt sandur. Já. Og það ætti verið að, sko, það væri slæmt eða það væri berggrunnur þannig undir þessu. Já. Þá er hægt að móka þessar... Já, eins og þau gerum í Landeyruhöfninni. Vistu ekki á ósköpin. Nei, maður segir stundum að þeir hefðu kannski átt að hlusta þegar skipstjórarnir voru að segja, en hvað er það að gera? Já, veistu þau nýjasta ráðið? Nei. Því að þetta í Markarfljótin alltaf sko ber þarna mikið fram og er sko brétt við höfnina. Nú alltaf er kannski just að flytja Markarfljótið tölvöld austar til þess að sandburðin úr því fari ekki beint inn í höfnina. En það er svo mikið samflutningur alltaf með ströndum og frá austri til vestur hjá okkur og þetta er alveg endalaus sandflutningur inn í höfnina. Þetta er alveg, sko, þetta er eilíð verkefni og mjög dýrt. Já, þetta er svo sem hafnleysan hann náttúrulega, en verður þeir ekki að gera þetta fyrir öllum? Já, það er nú sem við talaðum að göng þarna út, ég man ekki hvað þetta er margir kilometrar. 11-13 eða eitthvað svoleiðis, það er svona eins og Fjarðarheiðargöngin. En sko þá er þetta, það sprungusvæði. Já, ég veit það. Það er ekki nógu gott. Nei. Annan kost ef ég hef heyrt nefndan og það er það að ef það hefur búið til eyja svolítið út í hafinu, bara með sko brú úti, að þá hefði sko sandflutningurinn með frá ströndinni er næst ströndinni og eitt valkostur enn sem að hefði líka og var aðtugaður og það var þessu loftpúðaskip og það fengi á sín tíma loftpúðaskip til að aðtuga þetta. Og það er víða notað erlendis og þá er hægt að renna upp í hennar sand hvar sem manni sýnist. Já. Og nú er honum þarna, það er svona mjúk lending. Já, mjög flott. Já. En það er niðurstaðan er eiginlega þannig, þetta er 40-50 eiginlega hugmyndir hérna þessa vá sem er á þéttbýlustu svæði landsins. Já. En hvar annar staðar en hérna á suðvesturhorninu er annar staðar svona eitthvað ámóta við þetta? Hættusvæði? Já, Hveragerði. Já. Svo hef ég heyrt jarðfræðinga tala það að það er ekkert útleggi að gjósi aftur í Vestmannaeyjum og sprungurnar ná alveg upp í flugvöll þar, sko. Síðan það er sprungur á Selfossi líka. Og Húsavík. Þetta er nú vestursvæðin þegar hafa verið þessir prófessorar að nefna þetta allt saman og þú þarf að fara að kanna þetta mjög vel, sko. Og en fleiri svona byggðir Dalvíkur reyndar í mjög miklu jarðskjálftasvæði rosalegu, en ég held að það sé ekki sprungur þar og ekki eldur elgígar. Ég er ekkert langt sem ég las Kópaskeiðsskjálftana. Það var alveg ríkalegt. Já, rosalegt, sko. En það er allt annað, það er ekkert... Það er skjálftarnir. Já, það er bara skjálftar. Já. Það er bara skjálftar. Já. En þeir voru ríkalegir. Já, ég veist það bara... Og það var líka Suðurlandsskjálftinn árið 2000, sko. Það var rosalega skemmdi sem að viðlagasjóður þurfti alltaf að borga. Einhverjum milljarða tugir, segi ég. Þannig að þetta er heldur ekkert gaman mál. Jarðskjálftinn, sko. Nei. En þetta fylgir hvað að eiga heima á þessu landi? Já, en það er góður hluturinn sá að það er hægt að kortleggja hættusvæðin og vera með þess að einföldu regla að byggja ekki á hættusvæðunum því að við höfum nóg á fínum öðrum svæðum. Já. Þannig að við ættum strax að byrja að huga þessum, að fara norður fyrir Hvalfjörð. Já, þetta er svo nálægt, það er bara rökrétt framhald af höfuðborgarsvæðinu. Fyrsta leið er það náttúrulega Geldinganesið og Álfsnesið og Kjalarnesið. Álfsnes er ekki búin að drekja því í sorpi? Jú, það er nú hægt að moka yfir það og það á að fara að hætta það líka urðum þar og það er náttúrulega leiðilegt þetta, það verður kannski ekki byggt nákvæmlega ofan á haugunum en þetta verður loka þannig að það verður ekki neginum engum komið frá þessu, sko. En það er ekki skemmtilegt svo sem. Nei. En það er hérna nýtt byggðalag hérna frá hérna Melasveitin.
sem þarna rétt við Grundartanga. Svolítil byggð, já. Þannig að það einhverju byrjaðir. Já. En það nú kannski út af þessum mikla atvinnustað sem en svo sérðu það sko hvers svona vítamínsbraut þetta er fyrir Akranes og Borgarnes að fá flugvöllana og þá myndi það eitt út af fyrir sig næja til þess að fá þessa fólks fjöldaþróun átt til norðurs og inn á borg sko hérna alveg eins og Hjafnarfjörður er búin að vera segull fyrir alls konar byggð og starfsemi þá verði varaflugvöllur þarna líka mikill segull þannig að það myndi færa þróuna en nú erum við ennþá að teygja byggðina í átt inn á lengra og lengra inn á þessu hraunasvæði sko sem ekki gott. Nei. Og það sem Hafnfirðingar gera nú nýjasta hverju þeirra þarna sem sunna við vellina. Já. Nei, það verður að hugsa þetta upp á nýtt sko. Mamma mín var Hafnfirðingur og hún dásamaði alltaf hvað hraunið var fallegt. Já. En hvaðan kom raunið? Já, þetta var nú eyðandi afl og lengi og það var jarðskjálftar og allt mögulegt þannig að þessar og snjóflóðin og skriðuföllin þetta fórst alveg rosalegu fjöldi manna í þessum gegnum tíðina. Alveg hryllingur sko. Já. Herðu en við þú reynir að opna augu fólksins og búin að reyna í áratugi. En Trausti Valsson, þakka þér kærlega fyrir. Þakka þér. Ég verði þér aftur að vikuliðinni og gestum við þá verður Níels Árni Lund. Sæla sinni.